Herðu, takk fyrir allir sem að mættu hérna á Le Coq í kvöld. Við erum viljað sjá fleiri en Manchester United vist að spila einhvern úrslitaleik. Já, United menn undir, þannig að það er eins gott að maður ekki horfa á þennan leik. Já, þetta nú hvort sem bara framrúðubikarinn, þannig að þetta fyrirgefst að þið tapið þessu. En herðu, Jón Þór Ólason, ég var næstíð búinn að segja Júlíusson, en það er annar maður. Formaður Stangavílis Reykjavíkur, velkomin í Hillinn. Já, takk fyrir það. Og takk fyrir að gefa þér tíma svona á úrslitakvöldi hjá þínu liði United. Já, og Valur að spila við þína menn. Já, en það er nú segin saga, körfubolti spilar á veturna og svo er KR Íslandsmeistar á vorin. Í hvað íþrótt? Í körfubolta. Já, ok. Það er alltaf minni hefð fyrir því að Valur getur nægt. Já, ég meina, við erum náttúrulega með KR Old Boys í Val, þannig að þetta kemur nú saman á jöfnu, sko. Já, þetta er einhver jöfnunarsjóður, atvinnumanna í körfubolta á Íslandi, þessi valspenningar hérna. En heyrðu, við ætluðum nú ekki að tala um körfubolta. Ekki mikið allavega. En við ætluðum að tala um Stangavílis Reykjavíkur, við ætluðum að tala um veiðisumarið og einhverja skemmtisögur. Hvernig, nú er þetta svona, hvað maður ekki segja, fyrsti dagurinn þar sem er sól og hlýtt. Maður getur ekki annað en að huga að því að veiði sé handaði á horni, hvernig leggst sumarið í þig? Heyrðu, sumarið leggst bara mjög vel í mig. Við veiðimennirnir, við erum alltaf mjög bjartsýnir og laxinn er mættur í einhverju árnar, þannig að þetta verður bara spennandi. Já, það eru einhver laxar að sjást víða og einhver staðar er nú bara hellingur á hóplaxi líka ennþá. Og hnúðlaxinn að mæta. Jú, þetta Eggert Skúlason verður ánægður með og skulir nefna hnúðlaxinn, enda hnúðlaxa ár í ár, að hans mati. 8 tölu árið. En við ætlum að demba okkur beint út í þetta, og grilla það sem Stangavílis Reykjavíkur. Þetta verður ekki grillin á teini, heldur svona bara frekar spjall. Ég er alltaf til í medium rare, sko. Já, það er eins og menn segja, menn þurfa ekki að svara fyrir það sem ekki er að gera. En þið eru búin að vera stórtækir, svona síðan við spjöllum síðast á öðrum vettvangi, Jón. Þið eru búin að bæta við ykkur stórum bitum eins og Sandá í Þistilfirði. Myndið þú segja að bara fyrir hjólum beitt Sandá til dæmis og 110 skallur í 10. september í Sandá sé gott verð til félagsmanna? Já, þá ertu að reikna þetta út frá 3 stöngum, þú ert að reikna þetta út frá 4 stöngum, þú mátt, við seljum 3 og mátt veiða á 4, þannig að það þarf aðeins að deila þessu meira niður, sko, þá vorum við komin vel undir 100 áskallin. En af hverju ekki bara kalla hlutir á þeim nöfnum sem eru og kalla þetta bara fjárhagstanga á? Já, þetta er 3-4 stanga á. Það kemur alveg fram hjá okkur. Þetta er bara svona, þetta er fyrirkomulag sem hefur verið við lýði í Sandá. Þetta er bara við erum að taka það þannig upp. Þetta er, í staðin fyrir þá að segja já, er að selja þarna 4, þá settum við þetta upp með þessum hætti. Þannig að við erum bara að reyna að halda svona þannig hefðina, að þið vera söluna þarna. En myndi það ekki líta betur út allavega í verskrunni að vera þá með deila þessari 4 stöng og vera með þetta ódýra? Nú er það nú þannig að okkar félagsmennur nú ágætlega færi reikningi, þannig að við höfum nú ekki miklar áhyggjur af þessu hvort þetta lítur betur út eður ei. Já, en þú veist, einhvern veginn, skrítin tilbúnar allavega. Ég allavega hafði ekki náða að reikna minnur þetta eða lesið mér nú á langt niður verskrána hérna, en það rekum hann í rofastans þegar maður sér svona tölu verið 10. september. Já, sko, ef þú miðar við þessar 3 ár, en svona, þannig miða við líka þannig bara árnar í kringum okkur að þá er þetta verð sem að eru þegar menn er að veiða á 4 stangir, þá er það ekki dýrt. Nú er engin svona, það verður ekki það deilt að Sandá er þú veist, hvað maður að segja, einn af þessum rómuðu, sérstaklega fáir hafa fengið að koma þar að, stóri laxar, mikið vatn fallið á. Langt frá Reykjavík og allt það. Af hverju á Stangavílis Reykjavíkur að vera með Sandá í Þistilfirði? Vegna þess að þetta er self-catering á. Við erum nú með til að mynda Laxá í Mývatnssveit, við erum með Laxárdalinn, þannig að við höfum nú verið með ársvæði, við vorum nú meira að segja með Nessvæðið í nokkur ár. Og sko, ég er náttúrulega verandi þó þessi formaður Stangavílis Reykjavíkur, þá er ég nú þingiengur, þannig að það er náttúrulega hvergi betur en að vera og anda sér þingiesku lofti. Já, en þú talar til dæmis það að Sandá sé eingöngu seld til félagsmenna, en á sama tíma erum við að tala að það er
stór aukning í félaginu af þeim mönnum sem að veitu áður í Sandá og sáu engan hafi að vera í félaginu þá. Þú veist, væri ekki bara alveg sætt að vera með Sandá ekstra annar staðar og þeir veslaðu bara þar eða þú veist, það eitthvað kappikeppli að vera að sækja menn beint í félagi sem að sækja þá bara þessa einu vöru? Sko það er bara misskilningur vegna þess að þeir aðilar sem hafa til að mynda komið þarna nýjir inn í félagi, þarna ekki eins og þetta skipti einhverju mörgum tugum, en þeir eru nú líka nokkri hverjir eins og segja, sækjum til að mynda í andakilnum, þeir eru líka að fara á veiða í elleðunum, þannig að þetta er bara vinn-vinn fyrir alla. Já, sama hvaðan gott kemur. Það er bara sama hvaðan gott kemur og náttúrulega sérstaklega þegar kemur á norðan. Ok, en Flekkudalsáin, það er svona mikill happafengur og svona kannski sem ég get alveg fallist á að ég sannlega heima innan vébanda stangveiðifélagsins og félagsmenn tóku vel í það. Heldur betur. Ég þekki sjálfur ekki Flekkuna og ég sem sagt sótti þarna sjálfur en fekk nú ekki þannig hólf, þannig að ég nú bara eftir að prófa hana sjálfur en þetta er akkurat þetta ársvæði sem að félagsmenn, þetta er svona var og þurfti að gera, það er að alltaf taka til svolítið inn í veiðiflórunni og vera með ársvæði sem að félagsmenn þetta er ekki bara svona þannig gengur og það menn safni bara af sér einhverjum ársvæðum, það verður að hugsa okkar félagsmenn og hvar þeir vilja veiða og Flekkudalsáin er akkurat ársvæði sem að hendar okkar félagsmennu vel. Já. Ég er félagsmaður og þetta er akkurat svona svo mynd af því sem að, geti sagt að þú veist, félagar í stangveiðifélagi Reykjavíkur sæki í self-catering, 2-4 stangir, laxveiði, þú veist, 3 tíma radíus frá Reykjavík. Já, þegar að vera að tala um einhvern radíus frá Reykjavík, þá er engin vorkum frá mér þegar ég er alveg upp í Þingeyjarsýslunum og vanur að keyra 5,5 klukkustund norður og finnst það bara eins og skrepp í bónu, sko. Já, ég veigra mér sjálfur ekki til það og kannski skulum ekki festast endilega á þeim punkti en svo víst á sama tíma og við horfum á það að félagið er að sækja svona svæði og það er mikil eftirspurn, þá erum við náttúrulega að horfa á að sama tíma, þú veist, það fór svona það orð að þið voru að gæla við Aðaldalinn núna. Þið voruð svona nálagt Blöndunni á sín tíma. Þið eruð buðið í Grímsá núna, reyndar bara held ég skynsamlegt tilboð. En þetta er ekki sjálfmennsku ár, þetta eru ár sem að kalla á markaðssetningu til erlendra veiðimanna og fyrirtækja. Já, við fórum náttúrulega svona þannig í svona grunnarviðræður að þér var það til að mynda Aðaldalinn en það er náttúrulega líka kannski helgast því að ég er lögmaður veiðifélagsins þarna fyrir norðan, þannig að menn voru kannski fljótir að koma og ræða svolítið við mig og það er náttúrulega líka var lengi vel óljós hver niðurstaðan væri og en náttúrulega ég tek náttúrulega alltaf hagsmuni stangveiðifélagsins fyrir. Grímsá er náttúrulega þannig þetta er náttúrulega ársvæði sem að við vorum með lengi og byggðum þetta sögufræga hús og fengum þennan blessaða Ernst Svíber til þess að hanna húsi sem að setti félagið narriði á kúpuna þar sem að stjórnarmenn og Nonni Bald og fleiri höfðingjar veðsettur hreinlega börnin sín til að bjarga félaginu en okkur vantar einmitt þessa stærð, okkur vantar þessa 6-8 stanga á. Það er nú bara hreinlega staðreyndin til að mynda því að við erum með, það er nefnilega mikill munur að vera með 12 eða 15 stanga á og vera með til að mynda 6-8 upp á til að mynda það sem við getum sagt að sé eitthvað korporate eða fyrirtækja veiði og við erum með svona, þú veist, við erum náttúrulega með okkar svona, ef við erum að tala laxveiðina stóra á sem er langá sem er náttúrulega 12 stangir, stærsta hluta veiðatímabilsins og síðan eru við raunar, með laxveiðina eru við svo með Haukadalsá og Haukadalsáin er bara þannig að hún selst alltaf upp. Þannig okkur vantar akkurat þetta ársvæði sem er 6-8 stangir. Segjum Grímsá sé sannlega náttúrulega sögu með stangveiðifélaginu og þó hún sé oft eina veiðhúsi sem maður hefur vilst í á Íslandi Já. Og það var ekki sökum þess að maður var eitthvað ölvaður þá, ég var bláeittur þegar maður kom þarna fyrst og maður fór milli hæða og vissi ekkert hver maður var. Ég var síðasta sumar og það
kokkurinn í húsinu sem er búin að vera þetta í nokkur sumur, kom til einhver pípari, hann fór með henni einhver göng sem leiddi undir allt húsið og hún vissi ekki einu sinni að þetta væri þarna, sko. En það er náttúrulega þekkt saga hvernig fór með þetta hús og nú náttúrulega liggur það fyrir að það hefur kannski verið lítil stemming eftir að það var byggt í veiðifélaginu og að setja pening í viðhald, þannig að við blasir kannski uppsafna viðhald á því húsi sem að geti nú orðið feikipakki. En talandi ársamlega sögu hjá stangveiðifélaginu, þá liggur náttúrulega fyrir að Norðurá er ennþá í lausu lofti, ekki með leigutaka. Segjum bara að þú vaknar á morgun og þú ert með Grímsá, bara blekið ekki þotna á einhvern samning og svo næsta vetur Norðurá boðin út. Hvað gerir þá? Já, sko, ég nú þannig, maður ekki að setja einhverja svona væntingar að spá þannig mikið þannig fram í tíman. Náttúrulega Norðurá var hjá okkur í 67 ár og sko náttúrulega nátengt sögu Stangaveiðifélags Reykjavíkur. En það er náttúrulega mikill herramaður og afskaplega góður maður sem að með Norðurána, Einar Sigfússon, sem er búin að gera mjög góða hluti og það er gaman að koma einmitt upp á Rjúpnahálsinn og sjá það hvað hann hefur haldið við sögunni. Auðvitað er ákveðin tenging milli Stangaveiðifélags Reykjavíkur og Norðurá og það verður alltaf. En það verður bara náttúrulega komið ljós hvert þannig framhaldi verður. Þannig ég ætla nú ekki meðan að það er annar leigutaki með ána sem er afskaplega góður maður og búinn að gera mjög góða hluti að vera að spá eða spekulur eitthvað í það. Helvíti var þetta fimmlega varist þegar einhverjum svona blammeringum. Einar Sigfússon er algjör toppmaður. Anskotin, ég veit þið ekki þannig. En Þú varst ekki að púpa, sko. Nei, þetta var ekki andstreymis, en ég á það inni. Ég hef með tökuvarinn í vasanum. En segðu mig samt, það er alveg ljóst að hjarta margar félagsmann allavega, svo ég sé ekki að leggja þér orð í munn, liggur í Norðurá og þessari sterku tengingu. Gæti bara fræðilega, burt sér frá öllum góðum leigutökum, nafnaðinum Júlíusinni eða Einari Sigfússinni, gæti Stangó staðið undir þeim pakka að taka Grímsá og Norðurá á sama árinu, farið svo? Þegar við skoðum söguna, þá hefur nú, þetta er náttúrulega bara, markan er búin að breyta svo mikið bara síðasta áratugin og talningin 2 eða 3 áratugi þar sem að Stangó var með margar mjög stórar ár. En sko, menn þurfa, held ég í dag, markarinn á svolítið tímamótum. Ég held að margir eins og segi, hvort sem ég skoði veiðimannin 10 ár, 20, 30 ár með þess að 40 ár, þá erum við kvart undan því að leyfi sé og fátt. Það sem að þarf að gera er náttúrulega bara sína aðhald og sína skynsemi. En sko Stangaveiðifélag Reykjavíkur, ef að Norðurá væri til að mynda auglýst laus, myndi aldrei standa hjá. En það það þannig að eins og nefnir, Norðurá er mjög stór þáttur í sögu Stangaveiðifélags Reykjavíkur. En núna erum við náttúrulega bara að hugsa núið, við erum náttúrulega að koma úr og þurfum að sína aðhald eftir þetta hörmungar veiði ár 2019. Við erum að koma úr COVID-árinu 2020. Og hörmungar veiði árinu 2020. Já, sko, það fara eftir í hvar varst að veiða, Sigþór. Ég var ekki að fá raskat, sko. Nei, en þannig að, sko, við erum náttúrulega bara að reyna að sína aðhald. Þú veist, það það sem að þarf. Þetta er eins og þannig að það á ekki bara að vera að reyna að safna einhverjum ársöðum. Það sko öll okkar tilboð, þau tilboð sem að til að mynda hafa verið gerð frá þegar ég tók við sem formaður, þá erum við búin að vera að sína mjög mikið aðhald því að menn höfðu farið fram úr sér til að mynda í tilbúðum. Þessi ársvæði sem að við erum búin að vera að taka, sko, við vorum buðum í flekkuna, við vorum ekki hæstir þar, en við fengum flekkuna, við sömdum við bændur án útboðs með Sandan og sama eins og við gerðum við Laugardalsanna. Þannig að þessi útboðsleið stundum svolítið náttúrulega bæði hættuleg og getur, sko, við getum bara hort á það fyrir einhverjum árum, hver hefði hugsað það að svona glæsilegt ársvæði eins og Grímsá,
Það verður bara 4 aðilar sem að bjóða í Grímsá. Ég mitt sá þetta og þetta eiginlega ótrúlegt en kannski bara til merkis hvað sko mikil óvissa. Bæði náttúrulega allt þetta COVID-tímabil, svo náttúrulega bara vant á vatni og veiði sko. Frá 2012 höfum við vissulega fengið einhver góð sumur en sveiflurnar verið sko svo dramatískar að það ekki þetta að gera þetta Excel-skjal eins og þetta var áður meðal veiði, þú veist, úr einhverju góðri laxveiði í Borgarfirði 1800 laxar og þú getur fengið 2200 en þú getur fengið 1600 en allt í einu ertu farin kannski að fá 300 og svo 5000. Já, og það náttúrulega líka sko, laxveiðin getur við sagt hann í ákveðnu limbói. Við sjáum núna mjög mildan vetur, held ég bara mildasta veturinn síðan 76, 77 og það ekki það bara í muni þetta er bara þegar ég hef lesið þetta bara svona, ég taki það fram en síðan erum við með þetta rigningarlausa ár 2019 þannig að þetta allt atriði sem að hafa áhrif þannig að við getum fara að veltaði fyrir okkur hvaða áhrif það sem að við köllum svona global warming hún að fara að hafa þetta á náttúrulega að vera með mildari vetrum síðan náttúrulega þessir mikil hætta sem að verður ekki og verður að hafa þannig í huga það til að mynda eins og laxeldið hvernig það mun hafa áhrif svona þannig til framtíðar því það nú alltaf verið að auka til að mynda fjöldan af þessum norsku skröttum í netapókunum. Þannig að það mikil óvissa. Það ekki þannig að menn geti bara alltaf haft það sem eitthvað normaverð að veiðileyfi bara hækka. Það ekki þannig vegna þess að það verða líka að fara saman gæði og verð. Hvað heldur þú að gerist? Nú erum við að horfa fram á, það búið að vera samdráttur í gæðum á þessari veiði. Við erum alltaf að nálgast bara það eða þú veist, Ísland var alltaf dýrt and sure thing, skilur. Það var alltaf hægt að koma og þú fórst ekki til veiðitúr og fékkst engan í 3 daga. Menn búin að lenda í því núna síðastliðin 2 ár. Á sama tíma og við sjáum veiðina falla, menn búin að vera sem betur fyrir að mínum að þetta búið að vera gott trend minnka þessar sleppingar af gönguseiðum í sjálfbæra laxveiðar. Þá sjáum við bara ársveiði á þess að nefna einhver nöfn svolítið panikera síðasta haust og fara aftur í að taka í klak og setja seiði kannski á sama tíma sömu mennir upp á mjólkurkassa eitthvað staðar að predika gegn fiskeldi og öllu þessu. Já, það náttúrulega sko það að setja þetta saman á jöfnu það sem að þú ert með stofn úr ánum til þess að hjálpa stofninum versus það að vera með eitthvað koktel af norskum laxi í sjókvíum. Það einhver svona samanburður sem fyrir engan veginn saman. Ég finnst ekki beint verið að leggja það í jöfnu, en mér finnst samt sko hræsnin náttúrulega svo að náttúruvalið fer ekki fram í ánni, eins og við myndum helst vilja að það gerði í sjálfbærum stofni, það fer fram í körunum, eða öllu heldur það fer ekki fram. Þannig að 99% af þeim einstaklingum sem til eru kallaðir í leikinn lifa af meðan það kannski 1% í náttúrunni. Já, en við verum líka við verum átt okkur á því til að mynda þegar maður horfið til að mynda til Noregs sem eru búin að koma upp svona DNA gagnabanka fyrir laxastofnana. Við getum líka þannig lent í því þar sem að þarf að hjálpa stofnunum eins og þegar komum slys, alveg eins og þegar í Andakílsánni. Þú veist, þetta að horfa til líka það sem að eru svona náttúrhamfarir eins og verða urðu í Hítaránni. Ég meina, við erum ekki til að mynda eins og svona stærsta án okkar, ef við getum sagt að það til að mynda þessu langa og þar seiðavísitala mjög góð, þannig að við erum ekkert að horfa í það. En það alveg rétt, það og maður heyri það, og þegar menn að skoða veiðitölur og menn alltaf halda svona þannig ákveðnum verðum að þá eru hinir og þessi farnir að panika og síðan það líka með ýmsa veiðiréttar hafa og umgengni við ána vegna þess að það svo margar breytur sem hafa áhrif á laxinn og göngu laxins. Það er náttúrulega hafið sem er að súrna, svo það eldislaxinn sem þar fyrir utan. Það oft verið að ganga, bændur, margir hverjir að grafa möl upp úr hyljum og við sjáum þannig bara þegar að mynda þegar við fórum upp á Holtaverhöðina, það bara hrygningamölin og norður á. Þannig að við þurfum líka og berum ákveðna skyldur til komandi kynslóða að venda og halda við þessum laxastofni sem búin að vera hérna í rúm 10.000 ár. En auðvitað það og ég alveg sammálað þér
að vera með einhverja mikla sleppingar þar sem eru sjálfbærir stofnar. Það er hreinlega ekki að þurfa. Nú þegar þú nefndir Andakílsá sem mjög svona áhugavert dæmi, þar verður svona, ég veit bara ekki hvort það eigi að kalla það slys, því að svona það einhverja kenningar upp það með að nú búið að dæmi í þessu máli, mann ekki alveg hvernig það var. Sko, það er ekki búið að dæmi því, það er ákveðið meðferð í gangi. Já, en þú veist, maður hefur heyrt að því að það bara verið lagt niður, hvað kostar að sturta þessu bara niður og hvað kostar svo actually að hreinsa þetta, og þarna hafi bara kapitalist fyrirtæki tekið það ákvörðun að bara leðja yfir hennar laxastofn, vitandi það að íslenskt réttarkerfi myndi taka þannig silki hanska meðferð á þeim að þeir þyrftu að borga bara brota því sem myndi annars kosta. No comment, ok. En við getum séð það, sko, hvernig getur það til að mynda gert okkar, þú veist, laxfiskastofnum gott? Ég held það til að mynda að því að til að mynda þegar við horfum á, þú veist, þó að hún sé nú ekki hjá Stango, þá er Laxá Aðaldal drottning íslenskra fatvatna. Það er bara þannig. Og menn eru búin að sjá það, því það eru hinir og þessir náttúrulega spekingar sem að koma þarna fram. Og menn eru búin að vera einmitt að benda til að mynda þannig á það að stíplurnar og sem að koma til að mynda á virkinu sem að komi í Laxá Aðaldal, þarna upp í gljúfurunum, að hún sé búin að gera það til að mynda verkum að það myndust alltaf mikla klakastíplur sem að hreinsuðu efstu svæði árinnar, til að mynda eins og hraun, þeir sem að þekkja það, sem er náttúrulega frábært urriðasvæði í dag, en var gott laxasvæði. Þannig að það er alltaf þessi sandur sem að kemur úr krákánni sem að leggst yfir eins og teppi. Þannig þegar maður er að lesa gamlar veiðistaðalýsingar, að þá sér maður það hvað laxastofninum er alltaf svona þannig að hnigna. Að urriðin er alltaf að færa sig neðar og neðar. Og það sem var að því að sko náttúrulega Laxá rann á hrauni með hraunbót sem var mjög þá góður líka þannig með möl til hrygningar. Svo getum við líka, þannig að það svæðir alltaf að minnka og við viljum hafa sem stærst hrygningasvæði. Ég meina sko, við getum líka, finnst mér eins og þannig að vera að horfa í sogið og maður er búin að vera að lesa svolítið mikið svona þannig rannsóknir þar sem að er verið að setja ýmsa stíplur þar sem að maðurinn er að koma og svona brjóta gegn náttúrunni með því að setja þann ýmislegt mannvirki. Og þegar maður skoða bara til að mynda eins og þú veist, Elliðaárnar, heimavöllurinn hjá okkur í Stango, þess að skoða þessa gömlu myndir, þetta er eins og, ef menn skoða þessa gömlu myndir, hvernig Elliðaárnar voru fyrir 100 árum, þetta bara lítur út fyrir það að vera eitthvað ársvæði í Borgarfirði. En það er alltaf verið að þrengja þánum, maðurinn er að koma og skemma þannig ársvæðin og þetta hefur allt þannig áhrif. Þetta eru svo margir þættir sem að geta og raunar skipta þannig máli. Þannig að núna þurfa allir að svona vakna og þegar að þú ert komið með hennan eins og segja það norska eldislags og það er ekki allt gott norskt þó segi ég sem að ber norskt ættanafn og er ættar og sukkelven í Noregi að það eru svo margar hættur fyrir til að mynda íslenska laxinn og það náttúrulega líka gildir með sjóbleikuna, með sjóbirtingin. Já, sjóbleikjan og sjóbirtingunum verða það fyrsta sem fer í þessu. Það er bara þannig, sem er náttúrulega hörmung vegna þess að við erum náttúrulega alltaf, eða margir sem eru svona snobbbar að hugsa bara þannig laxinn en með til að mynda sjóbleiki langbesti matfiskurinn. Klála. En og ef við vikjum okkur aftur að Andakílsá, því að þar verður náttúrulega no comment náttúruslys, þá sáum við það að þar var mókveiði í fyrra. Í svona einhverjum, þú veist, það farið aðgerðir að nota göngusæðsleppingar til þess að viðhalda þá stofninum í ánni á þessum tíma sem það tekur ána að reynsa sig. Og svo sjáum við í framhaldinu núna fyrir til sölu á Stangaveiðifélaginu gríðarlega ásókn í þessa veiði. Hafa veiðmenn svona, náttúrulega kannski sitja á mig eitthvað svona sixpensar eins og þú ert með að vera eitthvað voða snabbhænsni, hafa veiðmenn ekkert skynbragð á munin á því að veiða eitthvað
lax sem bara dælt í einhverja á sem full af leðju og bara borga fyrir það full af peningum og fara jafnvel í happadrættum að komast af og að veiða lax í náttúrulegri á. Það sem við erum að horfa á, að það vilja bara allir dæla gönguseiðum og leggja það bara í jöfnu við þessa veiði sem við höfum þekkt í gegnum árin? Já, sko, náttúrulega menn verður náttúrulega átt á sig það, númer 1, þetta náttúrulega það sem kom fyrir Andakílsá. Já, ég er ekki að dissa það, sko. Já, þetta eru sérstakar aðstæður. Já, þetta náttúrulega eins og segja, þetta eitthvað sem hefur aldrei komið fyrir öðru áður. Númer 2, ég held það sko að miða við, sem sagt, ef við tökum meðalfjöldin á stöng, þá rúmið 10 laxar per stöng. Og þegar að dýrasti tíminn heldur hjá okkur, ég manna ekki, hvort það 109.000 krónur stöngin. Ég skora á ykkur að finna laxveiði svæði þar sem að menn borga 109.000 krónur með 10 lax á stöng. Það sem að sko, eins og þannig með andakilin og það sem verið að dæla laxi, menn hafa mjög skipta skoðunar því, hafa menn skinnbráð því, sumir eru þannig til að mynda vilja ekki fara í rangánar vegna þess að það bara að rækta svæði. Maður hefur fundið það til að mynda líka, svona, ég veit ekki, það sem var svona snobbið, ég var að gæta í Laxá í Leirasveit og það svona stundum eins og þið þekki, þá koma veiðimenn og það eru oft ansi óvanir, síðan færðu einhvern veiðimann sem að vanur og getur actually kastað, þá maður bara hálf glaður, ok, það þá minni vinna og ekki þessi pressa. Og hann kom þetta var einhver skipstjóri, hann sagði, já, ég var að koma á veiði og við tókum 15 lax í turnum og ég hugsaði, frábært. Og við vorum við besta veiðistæðin í Leirasveitinni sem heitir Miðfjörðsljótið, þeir eitthvað sem að þekki hann eða sjáu það er oft 3, 4, 5 laxar á lofti og hann byrjar að fara að kasta og maður hugsaði, heyrðu, þetta var nú ekki sérstakt kast en hann var nú eitthvað að veiða, svo stóð hann bara á beið með stöngina, byrju hvað að gerast? Að hverju hann ekki að taka? Og þá hugsaði maður, já, ok, þú varst í rangánum. Að þá bara komur og stukka og það var þetta svo mikið þannig veiði. En það sem með andakílina, þegar ég fór nú sem sagt prófaði einmitt í fyrra í boði bændana, að það sem var þó gleðilega við það sem að maður sá til að mynda í andakílinum var það að það var töluvert af tveggjáralaxi sem að þýðir að það var lax sem kom þó úr náttúrulegri hrygningu. Og ég get alveg sagt það sko að við þekkjum það hver laxastofn á Íslandi einstakur. Þú veist, það með hver með sitt svona þann ákveðna DNA þeir geta greint þetta sem sagt á milli áa. Og Andakílsárlaxinn kannski fer maður í eitthvað svona smá vandræði með að segja að þetta sannlega skemmtilegasti Borgarfjarðarlaxinn. Þetta er eins og Kjarrárlaxinn sem er svona skemmtilegir, þetta eru hörkufætirar, þetta er líka við eins og Langárlaxinn sem er kannski smár en svona þannig pund per pund þá finnum maður meira fyrir 3 punda lax í Langá heldur en til dæmis sambarinn lax í Norðurá. Vegna þess að þá býð eftir að finna fyrir þessu, það kemur kannski einn. En þá er það náttúrulega bara náttúrulega vegna þess að það eru svo margar hindranir, fossar og flúðir og það allt í Langá. Til að mynda eins og sem er svo þá skemmtilega þó við Kjarrárlaxinn að hann bara getur strauja beint upp í gegnum þvera og Kjarrá á þess að hafa nokkuð fyrir því. Ég kannski bara að verða einhvern veginn svona gamall og bara bitrar heldur en gamla árnefndin í Elliðaánum en sko því meira sem maður einhvern veginn velkist í þessu því meira sér maður að þetta er bara iðnaður og kannski Andakílsá bara ágætist dæmi það. Þetta á endanum snýst bara það að fólk vil geta farið eitthvað, kasta út eitthvað leðjupoll og farið heim með lax á grilli. Erum við einhvern veginn að tapa í öllum þessum, þú veist, kapitalisma í kringum þetta þessi sem að mér finnst einhvern veginn hobbyið snúast það er einhvern veginn svona þessi og ég veit að þér finnst líka þessi svona dýpri tenging við náttúruna og sköpunarverkið sko. Já, ég er náttúrulega greinilega haldinn einhverju sadomas og hári gráða því að ég veiti sko 12 í Laxá í Aðaldal í fyrra sko. Þú veist það sem að menn sáu vallalax. Það er mikilvægt að muna Jón að hvalalosti er líka losti og það þarf að fróa honum. Nú vorum við komin einhver umræð. En svo segi ég sko, menn, það er bara svo, það sem ég finnst svo frábært, að það er bara, veiðimenn eru jafnir og þeir eru margir.
Sumir vilja bara fá eitthvað sem algjörlega örugt, aðri vilja hafa meira fyrir þessu og síðan það svona vitleysingar eins og ég sem að elska bara eldast við þá stóru. Og það það sem að, þú veist, ég get alveg sagt það að ég hef farið og með dag það sem maður hefur tekið við 30 laxa á einu degi, en besta vakt sem ég hef nokkru sinni farið í gegnum veiði, það var í prest til, það var bara 3 klukkutímar í Laxá Aðaldal, þar sem að ég var með Hermóði Jóni vini mínum og við löndum ekki einum einasta laxi. En við vorum að hreyfa við svo mörgum, við vorum að sjá þá stökkva og þetta fyrir mér, þú veist, það að reisa eða að fá einhvern stóran talningum þegar kemur, maður sér bara boðan koma ég byrja 2 og 3. Þetta gerir meira til að mynda fyrir mig heldur en að taka einhverja 10 borgarferðalaxa. Þannig það bara hverju eru við að sækjast eftir. Sumir vilja veiða á spún, sumir vilja veiða á maðk, sumir vilja, að því að þú veist, eins og þannig þessi kynslóð, þegar þú segir og sért gamalt hérna, þú ert náttúrulega bara krakki hérna við mig kallinn minn, að þú veist, að þín kynslóð og kynslóðna sem að koma svona þannig í framhaldinu, þið eru miklu betri veiðimenn heldur til þess mín kynslóð og kynslóðana undan. Þú veist, þar að koma mikið af veiðimönnum sem að bara þekki ekki hvað það að drepa fisk. Það eru með tæknin, köstin. Við getum það ekki, því að þeir drápuðu alltaf. Já, ég að meina það, Þú veist, en þannig að þetta bara svo, þetta svona, þannig að þú veist að vera að tala einhvern svona, iðnað, þetta bara þannig, hvað henta hverjum? En það eru kannski aðeins verið að heikja bakara verið smiða að segja að þú drepið alltaf, Jón. Ég bara ég tek þessu ekki þá sem skot eða. Nei, ég var náttúrulega ég til að mynda, þetta eins og þannig eins og bara með menningin. Ég man til að mynda þegar ég fór með ónefndum 5-bjóði til að mynda í Blöndu. Fyrsta skipti sem ég fór á Blöndu, svæði 1. Sem að bara sem sagt breiðan sem alveg stórkostlegi viðstæðar og ég mæti þar eins og segi með tvíhindurnar og með bara flugurnar Pétur Steingrímssonar í Nesi og við erum að setja í lax eftir lax og síðan erum við að taka og landa þeim og sleppa þeim og þá eru menn upp í dammi sem að koma hlaupandi niður, eru þið bilaðir? Hvað eru þið að gera og vildu bara kaupa okkur laxin? Þannig að þú veist, þetta bara eins og segið, það bara smekkur manna mjög misjafn. Og vissulega eru menn líka bara á misjafnum staði í veiðinni og sækist eftir mismunandi hlutum. Það bara staðið. Akkurat. Og kannski það að því leiti bara jákvætt að geta boðið þá fólki að fara í Andagilsá eða Rangárnar eða eitthvað svoleiðis. Þú veist hvernig veiðimenn eru. Við erum náttúrulega, þetta náttúrulega bara ákveðin brenglun, þetta ákveðin geðsýki að vera veiðimaður. Vegna þess að, þú veist, þetta eins og þannig, þegar menn sjá veiðimyndband og menn horfa á einhvern veiðistað og þá, þú veist, í einhverju myndbandi þá segir menn, hvað hann að gera? Þú veist, hann tekur þarna laxinn, af hverju hann að kasta svona? Þú veist, menn, þetta bestir vissara sport. Það vita allir betur, það geta gagnrýnt annað, af því þegar þú gagnrýnir aðra, þá ertu upphefja sjálfa þig. Og þú veist, við erum til að mynda, eins og þannig Stangó, þú veist, við erum til að mynda gagnrýndir, þannig fyrir það að við séum með ár sem eru leiða til að mynda maðka við því. En þú veist, Stangó á til að mynda akkurat að vera, nú ég fyrir að opna eitthvað fyrir þig, Sigþór. Þetta er stóðsending. Já, þetta er stóðsending. Við erum líka, erum með, sem sagt, það eru margir sem að vilja veiða til að mynda maðk hjá okkur. Og þá erum við með ársvæði fyrir þá aðila. Meðan aðri vilja bara vera, þú veist, bara með hreina flugupúrtisma. Kottu með þetta. Nei, ég er svo sem, þú veist, ég er búinn að fá að sparka eins í þig, ég ætla ekki bara að sparka í þig, en út af því að við komum aðeins inn á kallana sem drápallar laxana, þá og fílukast sem að þeir fara margir í, nú þurftu að setja 11 átnar í veðarsleppa og farið með hana, já, bara, sem mér finnst bara frábært, fly only, maðkurinn tekin út, auðvitað leiðilegt að börn og gamalmenni geta ekki farið og fengið einn í svoðið og eitthvað svona, þú veist en það var bara svona svo stakkur sem eitthvað sniðin í þessu máli en á sama tíma finnst mér svolítið sorglegt því að maður hélt að væri jafnvel eitthvað hugsjón eða hugarfarsbreyting á baku þetta að sjá að Leirvogsá aftur tekin öll undir maðkveiði.
Ég fór þarna sjálfur í fyrst skipti í haust og fannst þetta bara alveg frábært að vera þarna upp frá að veiða á flugu og svona fiskur sem var hægt að fá til að taka og því það var ekki búið að hræra í honum endalaust sko. Af hverju er einhvern veginn 11 friðar en Korpu og Leirvogs var svolítið styrta niður, finnst mér? Já, sko, fyrir það fyrsta er ákvörðun með að taka maðkinn upp úr 11 var hundleiðileg ákvörðun. Vegna þess að það var alveg einstakt áður en ég tók við sem formaður þegar maður actually var að hlaupa og hljópmaður hérna meðfram 11 og þú sást kannski afan eða langaman vera í Sjávarfossi þar sem að barnabarnið eða barnabarnabarnið var að draga lax upp úr Sjávarfossi og ástæðan sko fyrir því á okkur var þröngu stakkur sniðinn og fengum bara tilmæli frá okkar viðsemjendum eða orkuvitinu, við þurftum að breyta veiðifyrirkomulaginu, svo fylgdi þá var annarkvort að það var einn eða engin lax og það voru tilmæli frá Hafrannsóknastofnun og sem alveg raunar rétt að því að elliárnar hafa átt mjög erfitt uppdráttar frá því að Kílaveikin kom upp 1995. Menn geta bara séð það tölurnar. Þú veist, menn eru búin að sjá það að þeir voru veitt á 4 stangi, sko. Þú veist, þá var það ekki dólgengt að komi rúmlega 2000 laxar upp úr elliárnum. Og það var einhvern árið, sko, þá gengu 8000 laxar, hugsið ykkur. En við tókum þess ákvörðun og hver er eins og þannig ákvörðun með Leirvogsana og með elliárnar og þannig munum það. Það eru bara, skýrslur og tilmæli sem að við studdum okkur við Hafró. Að elliárnar væru þannig upp á hrygningu og fleira í meiri vandamálum. Heldur en Leirvogsana? Heldur en Leirvogsana. Og sko, það er ekkert heilagt í þessu. Það er ekkert heilagt í þessu. Og það að þurfa að taka þessa ákvörðun er ömurlegt. Og þeir sem eru eldri, og eru búin að vera meðafmark, eiga erfitt með að koma á flugunni. Þetta er ömurlegt. En þá er það bara spurningin, hagsmuna hverja áttum við að taka. Og við fengum það að ef að það væri ekki, einhver breyting, einhver bati, eitthvað þannig að koma þannig tilbaka, að þá kæmi það meira segja til álita að loka ánum hreinlega í 5 ár. Og þá fyrir maður að velta það fyrir sér eins og núna. Við erum þetta er 82. árið sem að Stangaðafélag Reykjavíkur með elliárnar. Að þurfa að loka elliárnum á vaktinni hjá okkur. Það var líka eitthvað sem að kom ekki til greina. Við getum ekki gengið lengra heldur en við gerðum með því að, og eins og segi, sko, þetta var hundleiðileg ákvörðun að það yrði sleppt öllum laxi og það verður alltaf einhverju sem munu nota stór og mikið lýsingar það og það verður bara svo að vera. En Stangaðafélag Reykjavíkur var stofnað í kringum elliárnar. Elliárnar hafa verið á okkar forræði er heimavöllurinn okkar og ef að við tökum okkur ekki til og gefum þeim alla mafa og gerum allt sem að við hjálpum þeim og komum okkur svona þannig við borgin og aðra sem eru í kringum þetta, nú getum við ekki gengið lengra. Núna erum við þá líka þannig þeirri stöðu og við erum í stöður í baráttu þó að verða ekki allir varfið það. Varandi til að mynda framkvæmdi við elliárna og þess háttar. Nú erum við búin að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að hjálpa elliárnum. Nú verðum við líka og munum verja þar áfram með kjaft og klóm og menn verða bara þá að vera í fílu og ósáttir við þessa ákvörðun sem var tekin. Hún var bara tekin á grundvelli vísinda og menn geta verið sammála og ósammála. Spyrir bara Trump, hann er aldrei sammála vísindunum. Nákvæmlega. Það er ákveðin Trumpismi yfir afstöðu Margrís og ég verð nú bara eiginlega þá að hrósa þér Jón að mér finnst að sína smá pung að taka þessu ákvörðun og maður átti ekki endilega vona að því að þið myndu svona þóra að fara alveg alla leið í þessu. Þannig að bara virkilega gaman að koma elliárnum í fyrra og ég er nú á samt fleirum í barna, eða hvað heitir þetta? Fræðslunefnd Stangaðafélagsins og sem sér þessa barnadaga. Það var það sem baðist tungan tönn. Þeim gekk nú ekki, það var nú bara flottir í fyrra. En það voru náttúrulega bara alvöru gætar, mennur. Já, svona. Nei, það er ekkert mál. Það geta allir veitt á flugu. Líka þeir sem eru orðnir gamlir og þeir sem eru mjög ungir. Það var nú einn mikill
snillingur, hann Gylfi Gautur, sem að sagði, það var vísu árið sko 2020 og árinu 2020 það bara tímaskekkja að vera að kenna 10 ára barni að læra maðk. Ja, sammála því. Gylfi náttúrulega með munnin vel fyrir neðan nefið. Já. Og hann er líka með nefi og milli eyrnanna og hefur þar alveg eitthvað þar, meiri margir. Já, hann er já, bara góður maður og snillingur. Að hlusta mikið á hann. En nú komst aðeins að því að Stangaveiðifélag Reykjavíkur er stofnað í kringum Elliðaárnar og hvað maður segja, rekstur Elliðaárnar, umsjón veiðanna í Elliðaárnum. Það hefur þá verið tilgangur félagsins. Hver er tilgangur félagsins í dag? Ja, sko, það eru nokkur atriði þarna sem eru með voru tilgang félagsins og sem voru sett upp þarna 1939. Eitt var það náttúrulega að taka og venda Elliðaárnar, númer 2, það var nú kannski enn þann dag við, að það var að tryggja það að íslenskir mörvambar, með minnir það hafi verið orðið sem var notað, ættu kosta á veiði í íslenskum ám á þeim tíma sem að þeir kysu vegna þess að það voru bara útlendingar sem að voru og gátu bara keypt allan hennar tíma. Og í þriðja lagi var það sem sagt náttúruverndarsjónarmið að tryggja heiðarlegar veiðiaðferðir. Sko tilgangur Stangaveiðifélagsins og Stangaveiðifélag Reykjavíkur, þó að við séum 82 ára gamalt, að þá verður Stangaveiðifélagið alltaf að þróast og taka breytingum. Og í dag erum við ennþá með þessi náttúruverndarsjónarmið og kannski komum við að því á eftir að það sem sagt að gera ennþá átak til þess að styðja og auka sem sagt nýliðun meðal sem sagt veiðimanna og síðan það til að mynda líka náttúrulega svo að vera sölu aðili veiðileyfa fyrir okkar sem sagt félagsmenn að gefa félagsmennu kost á því að komast til veiða á sem bestu verði. Og þá það svo náttúrulega eins og segir spurningin sko, þú veist, hvert viljum við sem sagt þannig stefna þannig í þeim áttum. Ég er bara alltaf búin að marka þá línu að vera að ná ákveðnum tegundum áa sem að ég veit að fara og vel og að seljast upp hjá okkar félagsmenn. Já, mörvambi, gott orð. Ég mun örugglega að reyna að koma því staðar að síðar, En nú hefur þetta breyst, þú veist, þessum upprunalega tilgangi hefur verið náð, varðandi sanngjarna veiðiaðferðir og annað sérstaklega. Og þú veist, já, bara Stango þessu merka sögu og eins og segir, reynir alltaf að þróast með tímanum. En þarf það í dag að Stango selji veiðileyfi til þess að tryggja okkur mörvömbunum aðgang? Ég meina, skoða hvað búið að breytast frá 1939? Þá sko þegar maður að lesa svona stoppskrána sem var gerð þar sem voru að rekja þetta. Ég held að það sé ennþá verið að takast á heiðarlegar veiðiaðferðir á Íslandi. Þú veist, það ennþá sumstaðar netaveiði þó hún sé ekki í Elliðaánum. Við erum ennþá núna það erlendir ríkisborgarar sem að kaupa upp heilu árnar, taka árnar á leigu. Þannig að ég held það að sterk, þú veist, og síðan það þessi náttúruverndarsjónarmið, að þú veist, þá erum við með mestu ógn sem að stafar að íslenskum laxfiskastofnum sem að fiskeldi. Þannig að ég held það að hlutverk Stangaveiðifélags Reykjavíkur í dag sé ekki minna heldur en það var 1939. Við erum komnir bara í tring, við erum að bíða eftir því að hvítu lífæskalabössunna verða eftir vinsalar sko. En nú eru til dæmis með fullt af fyrirtækjum sem að selja veiðileyfi, jafnvel ganga lengra í sínu prinsippi við það bara að þjónusta ekki alla, heldur þjónusta aðeins þá sem eru tilbúin að beygja sig undir það reglur að veiða bara á flugu og veiða að sleppa jafnvel sem er þá í eðli sínu náttúruvernd og takmarkandi við þeirra viðskipti. Væri ekki bara einhver leið, þetta bara wild hugmynd, að Stango myndi bara ekki vera með neina áleigu og nota bara mátt sinn sem risastór viðskiptavinur til þess að ná hagstæðum kjörum fyrir sína meðlimi þannig? En sko málið það að þegar þú komst með þessa spurningu þá var það fyrsti málsliðun í henni þar sem að þú sagðir ekki fyrir alla. Það eiga ekki allir kost á því að kaupa veiðileyfi. Við erum eins og segi, við erum og líka eins og Stangaveiðifélagin önnur
við erum ekki að greiða út arð, við erum ekki í hagnaðar starfsemi. Við getum sagt að hvað heldur til að mynda þegar að elliðárnar væru til að mynda myndu kosta ef að þær væru bara í fullri samkeppni. Ok, tökum elliðárnar bara út fyrir það. Dagurinn það. Já, ég meina eða önnur ársvæði. Hvað heldur þú að til að mynda Andakílsáin að dýrasti dagurinn væri 109.000 kall? Ok, ég ætla að svara þessu. Þú veist, það náttúrulega þið þurfi ekki að greiða arð og í rauninni megi ekki greiða arð, hlýtur náttúrulega að skekkja stöðu ykkar á samkeppnismarkaði sem bara í útboðum veiðisvæði og samkeppni veiðisvæði. Og það elliðárnar séu í eigu Reykjavíkurborgar og sé fallið undir Orkuveituna, það væri til dæmis bara að setja það upp undir sem eitt happdrætti. Þú skráið bara sem íbúi Reykjavík með kennitölu og rannur skilríki á okkur á vefsíðu og færið útlit á dag, bara eins og í hreindýraveiðum. Þú borgað þinn 15 kall og ætlar að taka hann dag, ef ekki þá fer hann bara á næsta í biðlista. Ekkert stangaveiðifélag Reykjavíkur, en það eru veiðið með elliðárnum. Sko, málið það sko að stangu í dag ekki, þegar maður skoðar verðskrána eða söluskrána fyrir mörgum áratugum saman, ekki að skekkja eitthvað samkeppnismarkaðin í dag. Við erum ekki sem sagt að ásælast þessar allra dýrustu laxveiðar vegna þess að það ekki okkar sem sagt þannig kunnahópur. Við erum, sko, það er alltaf að koma, sko, bursið frá hinum ýmsu kúrikum sem að koma hérna og bjóða eins og fábjánar í einhverjar ár, að þá erum við líka með fleiri stóra og flotta aðila, þannig að samkeppnin í dag meiri en nokkru sinni fyrr. Skoðið þetta bara 20 ára aftur í tíman. Hverju voru þá að selja svona stóra aðilar? Voru ekki við og Stangu og Árni Bald? Stangu og Árni Bald og svo svona lokaðir auðhópar. Lokaðir hópar og bændur. Núna erum við með Fish Partners, við erum með Regnas og fleiri aðila. Þannig að sko við erum bara með ákveðin svona hluta svona þannig að markanum við erum sem sagt og held ég að við séum að sko ég meina allir þessir, ég held að svona langt flestir af þessum samkeppnisaðilum okkar, hvar eru þessi mann aldir upp? Þeir eru aldir upp hjá Stangu. Þetta eru gamli Stangumenn. Þannig að við þjónum ennþá hlutverki. En ég meina þú veist miðað við hvernig Stangu var áður þar sem að það var varla svo á sem rennur hér á Íslandi sem hefur ekki á einhver tíman verið og runnið undir merkjum Stangaveiðifélags Reykjavíkur. En bara markaðurinn og samkeppni í dag miklu meiri og rými, þörf fyrir Stangaveiðifélag í dag, já heldur betur. Þú segir hérna að þú veist, já, við getum tekið alla þessa helstu hetjur og minni spámenn eins og sjálfa mig og fleiri sem hafa sannarlega alist upp í gegnum barndagann og annað hjá Stangu og opin hús og svona. En þú nefndir sjálfur tímarnir breytast og Stangaveiðifélagið með. Þú veist, ég meina við höldum út þessu hlaðvarpi, það eru fleiri sem halda út í hlaðvarpum, fyrirtækin sjálf eru farin að stuðla námskeiðahaldi og fræðslu. Þú veist, með bara, þú veist, bara samfélagsmiðlar auðveldar aðgengi að upplýsingum að gera þetta kannski bara absolutt? Nei, alls ekki. Það er stórkostleg þróun að sjá til að mynda eins og hvernig þetta hlaðvarp og hvernig hinnir ýmsu aðilar eru byrjaðar að fjalla, skrifa veiði, samfélagsmiðlarnir og annað. Þetta akkúrat það sem við þurfum. Við erum núna á ákveðnu svona, við getum sagt að rauna snúningspunkti og þó að kannski sumi finnist það leiðilegt að heyra mig tala ansi oft laxeldi, ef það einhver tíman verið tími til þess að svona í alvörunni það eru líka aðra að berjast gegn laxeldi heldur en Stangaveiðifélag Reykjavíkur sko. Já, það var akkurat það sem ég að fara að segja. Það eru fleiri aðilar sem eru að koma akkurat inn í þessa baráttu. Við þurfum nefnilega að vera akkurat ef það einhver tíman þörf á því að sem flestir aðilar sé að selja veiðileyfi, sé að ræða veiði, sé að beita sig fyrir náttúruvernd, séu með útgáfu blaða með eins og eins og Hylurinn og þessi hlaðvörp sem alveg frábær, útgáfu tímarit og annað. Núna akkurat nauðsyn, ef áður var þörfin, nú nauðsyn. Þannig að mér finnst það sko að eftir því sem aðilarnir eru fleiri sem eru þannig á þessum markaði, þeim betra. En við þurfum líka hins vegar að standa saman. Við vegna þess að við eigum sameiginlega hagsmuna að gæta
og okkar, sem sagt mín kynslóð og þín kynslóð, því þú ert svo ungur og fallegur, svona þó að sért með komið með svona selfosslít í hárið, að við þurfum okkar skylda akkurat að reyna að skila náttúrunni, laxa- og fiskastofnunum og öðru í sem bestu ástandi til næstu kynslóða. Og þetta tekst með sameiginlegu átaki og það séu fleiri aðilar komnar í markanum, það bara að henni góða. En auðvitað var stang og svona þannig ákveðin stofnun og þegar þú ert með ákveðina stofnun sem var í áratugi, þá liggur hún alltaf stang og betur undir höggstað og gagnrýni hjá öðrum. Já. Það bara þannig og það það sem að Stangaveiðifélagið hefur þurft að búa við. En við stöndum, sem sagt, þetta gamla félag stendur mjög sterkt í dag. Þrátt fyrir að hafa verið tekist á við fjöldamarga erfiðleika og við erum að fara til að mynda eins og kannski við komum á eftir, þú veist, með sókn. Og sérstaklega þér var þá sem eru yngri veiðmenn. En bara gott segðu í það, þegar við erum nú bara akkurat að ræða það. Hvernig sér þú fyrir þér þá, þegar þú talar að Stango sé sannarlega gera mikið og svona stefni á að gera meira. Hvað ætla Stango að gera til þess að kannski svona stimpla sér inn í þetta? Að næsta kynslóð veiðimanna eigi líka þessa góðu tengingu við Stango sem að ég til dæmis á og minningar frá þessum barnadögum og opnu húsum og svona sem að voru á sínum tíma. Já, sko, Stango verður alltaf að færa sig í takt við nútímann og kannski getum við sagt það að með því að taka til að mynda getum við sagt að maðkinn upp úr elliánum og þú veist, þá eru náttúruverndarsjónarmið. Þú veist, eru við að færa félagið og þeir sem eru eldri og íhaldsamir kannski líka það illa. Við erum, það sumt sem sagt, náttúrulega eins og segir, nefnir alveg klassískt, þú veist, við erum áfram með barnadagana, við erum að taka móti klettaskóla, fötluðum börnum, við höfum verið að vinna til að mynda með þeim sem að eiga við, sem sagt, geðravandamál, sem sagt, að stríða. Við erum til að mynda núna ég að vinna í því og búin að vera sem sagt, í miklu samskiptum við til að mynda Reykjavíkurborg að setja upp svona þannig tilraunaverkefni það sem ég að leggja til. Þetta náttúrulega var byrjað í fyrra, náttúrulega síðan náttúrulega bara COVID búin að fresta öll og taka allt upp. Þar sem að við færum sem sagt, til að mynda kennslu í líffræði á Elliðaárbakkana, á kannski Korpubakka, á kannski sem sagt Leirvogsbakka. Þannig að þar sem að við bjóðum aðstöðu og kennslu með kastkennslu, kannski með 7. og 7. bekk, þar sem að við komum okkur og veiði inn í námskránar. Og þetta eru atriði sem að til að mynda við erum að vinna þannig í. Og þá erum við að nota sem sagt þannig líka okkar sem sagt aðstöðu, þekkingu og möguleika á að efla nýliðun enn frekar. Og þetta eitthvað sem sagt hefur vantað og það mörg, þú veist, það sem svo stórkvæst að sjá til dæmis eins og FÚS og fleiri sem að koma og við erum til að mynda sem sagt að setja á stað birtingana sem þá bara svona sérstak svona barna, unglinga og deild svona upp á 25 ára þar sem að þau stjórna sem sagt bara þá sérstök nefnd þar sem að þá til þess fallin að efla enn frekar barna- og unglingastarf innan Stango. Þannig að það er rosalega margt í deiglunni. Það því miður þannig að COVID-ið hefur svona seinasta 1,5 ári tafið þetta en vonandi sem sagt næsta haust verður komin enn frekari mynd á þetta. Og þetta eitthvað sem að allir eiga sem sagt þeir sem eru veiðilega safalega hvort sem að það Stango, Hregnasi, Starir eða aðrir að fagna vegna þess að nýliðunin á líka vera svolítið þannig hjá okkur að við séum að sinna þessu starfi vegna þess að Stango til þess að efla réttindi og gæta hagsmunum stangaveiðimanna og með því að fjölga þeim, það akkurat það sem að við þurfum og við munum gera. Þannig að það engin bilbugur, það bullandi sem sagt kraftur, bjartsýni vegna þess að ef að menn ætla að vera með einhverja svartsýni og segja sé eitthvað ómögulegt að þá verður manni aldrei neitt úr verki og þá allt eins og segi bara ómögulegt.
Mér finnst þetta gott svar hér, Jón, og bara virkilega flott og ég vona að Stango finni þessu farveg því að þarna held ég að þú hafir svona ramma velinn þar sem að allan að ég sé sem svona tilgang félagsins sem þá að stækka hobbyið og standa vörðum grassrótina. Og bara þakka ég kærlega fyrir þetta og ég byrðum svona smá afsökunar að hafa verið fengið aðeins að sparkið og auðvitað vill ég að Stango sé með Mývatnssveitina og ég geti farið þar með vinum mínum og svona en ekki ykkur ríkur útlendingur. En þú veist, þetta náttúrulega bara spurningarnar sem að þarf að svara þegar maður formaður í stærstu hagsmunasamtökum eða félagssamtökum veiðimanna. Já, ég meina, það akkurat þannig. Þegar það taka við formennsku í Stango-félaginu þá færðu alltaf ákveðna gagnrýni. Og það á að vera. Þú veist að það á að vera þannig. Ef það kemur ekki í alvörunni, ef það kemur ekki einhver gagnrýni, þá bæta menn sig ekki. Og það akkurat það sem að er. Og það líka þannig, það sem að tvennt að því að það stundum eins og segi, að því að þú veist, það svona mikið að rosalega flottu veiðifólki sem að mun erfa og vera sko næstu rockstjörnur veiðinnar. Að við þurfum alltaf að reyna að finna einhvern svona sameiginlegan grundvöll til þess að standa saman. Við erum öll með sama áhugamálið og í grunninn var Stango bara saumaklúbbur veiðimanna. Þetta bara saumaklúbbur sem að, þú veist, svona hafði bara sameiginlegt áhugamál. Á þeim tíma voru þetta bara miðaldra hvítir kallmenn en sjáðu bara hvernig svona breytingin er. Sko, þú veist, á COVID-ári hefur til að mynda meðlumum í Stango fjölgað rúmlega 300. Konum að fjölga, börnum að fjölga, það eru konar 3 konur í stjórn Stango-félags Reykjavíkur, þannig að Stango-félag Reykjavíkur kannski loksins að fara að endurspegla þetta samfélag sem að við búum í. En það sem að mér finnst einmitt þannig vanta, bara svona þannig að lokum, mér finnst vanta til að mynda þannig inn í þessa stjórn hjá okkur í Stango líka vanta fulltrúa ungu kynslóðarinnar og líkin í fulltrúaráðið vegna þess að Stango eins og við verðum að segja verður að breytast í takt við tíman. Ég held að, ég held að sko, ég sé mjög sammála þessu Jón og ég svona verið ánægð með þeir sem formann Stango. Ég held að Stango hafi svolítið verið sofandi. Eftir hrun, þú veist, og náttúrulega bara verið að slökkva elda í rauninni. Þú veist, það fer á sama tíma og hrun og svona bara verið að bjarga félaginu, húsnæði hverfur, samfélagsmiðlarnir koma onni í þetta og svona bara gaman að heyra að þú horfir bara jákvætt til framtíðar og ég held sért með svona góð svör við þessum pillum sem ég er búin að fá aðeins að negla þig. Það ekkert betra en að, sko, þegar maður starfar vinnu sem hæstaréttarlögmaður, ef maður getur ekki tekið einhverju pillu, þá maður bara hoppa upp í raskatið og fara norður, sko. En við ætlum nú að fara að svona huga léttara hjali, en fyrst ætlum við að taka 10 mínútna pásu, fólk fara á barinn og kannski pissið og svona og ég reyna að setla þessa reiði hans Jón setna út í mengar svona með hann, en allavega 10 mínútur og við komum aftur með svona kannski skemmtilegri sögur og annað. Hlakka til. Árni Páll klingir okkur inn, þetta var vinalegt. Getur þið ekki annan? Ekki amalegt. Anna, alltaf góður. Heyrðu, Jóður, ég hef búin að taka sögtumina af og ætlum svona að fara að tala léttari málumni. Hvað ætlar þú að veiða í sumar á svæðum félagsins? Já, það var nú orðið þannig að ég ána bara fyrstu veiðina sem ég er með bókað er 5. og 8. júlí sem að nú vissu aðaldalurinn en svona þannig á svæðum félagsins þá var ég að fara í Langána að sjálfsögðu og svo er ég að fara í Sandá og svo hefur bara verið það mikið að gera ég hef nú bara lítið verið að hugsa að bóka ég náttúrulega fer náttúrulega sjálfsögðu í Elliðaárnar og ætla að kíkja í Leirvogsona líka. Sér ekkert fyrir þig bara að tjekka út úr þessari lögmenn sko og fara að þjást með okkur í leiðsögnin nættur? Veistu, þegar maður er að selja tíman til erlendru kúnnana þá fæ ég það á
klukkutíman sem ég fæ gætir í á degi, sko, þannig að það er nú kannski ekki alveg það sama, sko. Rosalegri ánægður á þess að þetta, því að hérna, nú ætlum við akkurat að fara að tala laun til leiðsögumanna á Stangaði-félaginu. Þetta leiða bara. Það er einhver að punta þetta hjá sér út í sal, þannig að þetta mun poppa upp næst þegar við fyrir með þessi mál, Jón. En já, þá áttir kannski meira við stundana í vöðlunum. Já, veistu, ég get alveg sagt það að það er svona fátt skemmtilega en að vera að gæta. Þegar að vel gengur, eins og segja, sérstaklega Jónsmessunni, svona maður breytist í bubbabla, morgun birtan. Það er ekkert fallir að sjá, sko, þegar sólin með geislana á hylnum, þetta er eins og þegar maður vaknaði til að mynda að vera gæti upp í hítara og þetta sjá breiðina gullslegna og þetta eru bara gulllaxa sem að stökkva þarna í sólskinnu. Það er forréttind að vera gæt. Það er erfitt, það er oft vanþakklátt en líka mjög gefandi. Ég var ánægður að þú breytist í bubba en ekki ég, því að það kemur mér bara í endalaus vandræði þegar það gerist. Já. Bara hittna síminn bara að hugsa það, sko. Já, gull og geimsteinar í kistu minningarna. Maður getur sagt það því að það er náttúrulega alveg veit nokkur sinnum þegar að Bubbi hefur verið veiða í Nesi og áhuga samari mannum veiði hefur maður ekki fundið, þannig að maður ber mikla virðingu fyrir kónginum. Já, náttúrulega bara, þú veist, þjóðagersemi. En nú varst þú að gæta mikið til dæmis upp í Langá áður en þú komst þér í þessa stöð að vera í stjórn Stangaði-félagsins og með náttúrulega... Áður en ég hófa afplónuna. Já, og með náttúrulega miklu, ég veit eiginlega ekki rétt orðið við það, karakterum, Ólafi Finnbogasyni, Ara Hermóði og bara fleiri snillingum, sko. Þið hljótu nú að hafa, það hljótu nú að vera eitthvað skemmtilega sögur svona út úr þessu öllu saman. Það eru margar skemmtilega sögurnar og líka þegar að við vorum að byrja til að mynda þannig að gæta og þú veist að horfa nú ætla ég ekki að neymdroppa nafngarinnar minn en það situr til að mynda mjög í minningunni þegar ég sá einn af þessum gamla svona vinnuhópi þegar hann var að reyna að háfa 95 cm hrygnu í minnsta sílungahás sem ég hef séð niður í Langá, sko. Það er nú ekki kannski eins og segi svona mikið af yfir 90 cm lögsum en svona aðfararnar og svona, þú veist, maður er náttúrulega maður gætaði svona þannig ansi víða og svona það er mikið náttúrulega þannig að sögum en þú veist, maður var náttúrulega að gæta líka á þessum góðsum árum þegar öll þessi hol voru til að mynda bankahólin þar sem að voru oft 12 gætar í húsi bara hol eftir hol þannig að þetta var náttúrulega alveg gríðaleg sem sagt þannig ævintýri og fyllir í og lifrin á manni var svartar en pólitíkus þegar maður var búinn eftir sísonið, sko. Ok, en þetta voru líka ofta á þú veist, þeir sem komin í gætiri á þessum tíma voru kannski meira oft synir einhvers eða eitthvað svoleiðis frekar en þeir kynnu endilega að veiða, sko. Þannig að það urðu oft til svona skrautlega sögur í kringum þetta. Já, ég meina það var nú föðubróður minn sem var Langá og þannig að ég fell nú alveg örugglega þar undir og þegar maður byrjaði að veiða í Aðaldal þá voru það náttúrulega strákarnir í Nesi sem eru mínir æsku vinir og bestu vinir en það er náttúrulega líka, sko, margir þeir voru að byrja að veiða mjög ungir, kannski nýkonu með bílpróf og ég man á eftir einu sem til að mynda þeir vorum að gæta í Nesi og hann sem sagt var þá kannski ekkit sá sleipast í enskunni en hann var sem sagt að gæta Bandaríkjamann og þau ykkar inni sem til að mynda hafa veitt Nesi að þá gerist hann á stundum að það kemur smá litur í ána en það er náttúrulega allt neðan á Mývatnssveit og síðan það slíið og þá var það stundum svona þannig regla þegar var svona þenni ágústmánuði þegar var komið mikið slí að þá var það sem sagt að þegar menn vildu náttúrulega ná lax í bók að þá væri það svona staðaregla
að þegar þú varir með Laxá og gætin snerti tauminn eða lítirinn þá var hann skráður. Og það var einn sem sagt, var að byrja hérna. Bíói. Var það ekki föðurbróðin sem tók þetta svo upp í Langá líka? Já, það þurfti ekki að snerta lítinni þar, bara að sjá hann stökkva. Nei, þá, sem sagt, og þessi ónefndi gæt, hann að gæta inn í Kirkjunarkvíslinu og það setur í stóran lax og það náttúrulega mikið að slíi. Og hann náttúrulega með þessa reglu að því að það var náttúrulega samkeppni oft innan sem sagt Hollana og hann segir við gætin, við skulum bara kalla hann X og segir touch the leader og þú veist og hann þá komið með háin niður í ána og hann horfir á hann og eitthvað svona ekki alveg að átta sig á því en setur svo háin upp og fer svona og no, touch the leader Hann faðmar alltaf bara við með hann svo sleppur laxinn og hann verður alveg brjálaður og keyrir upp í hús og þá kemur hann og fer að spjalla við okkur John, hann var alveg brjálaður við mig. Nú hvað var það? Já, sko, hann var komið með lax og vildi svo alltaf að ég snerti sig þegar hann var með laxinn á og þá var hann sko leiðtogi þessara veiðigrúppu sem var að veiða þannig að törstu lítur á heldi hann sko að þyrfti að svona klappa sér á bakið sko. Þetta er alltaf yndislegt. Hann fór á ensku námskeið eftir þetta sko. Já. Svo lengi sem þetta var ekki Hallbjörn á stönginni. Nei. Það er stöngin út þarna. En já, hefurðu veitt urriðasvæðin fyrir norðan sem Laxá með? Nei, Stangó. Já, þakkaði fyrir. Þú varst að reyna að loka félagin á þann og nú eru svæðin okkar fyrir norðan komin til Laxá. Já, ég náttúrulega er þingeyingur og þannig ég hef bæði veitt Mývatnssveitina og Laxárdalinn. Ég á náttúrulega ættir að rekja úr Laxárdalnum frá Ljótstöðum. Þar svona, byggu Langafi og Langamma og þetta eru einhver þau stórkostlegustu veiðisvæði sem eru til en ég farið þarna og veitt þarna, ég fengið urriða, þannig að mun einfaldara að ná þeim í Mývatnssveitin heldur en í Laxárdalnum, þó að mér finnist sko Laxárdalinn náttúrulega alveg stórkostlegur vegna þess að þú getur verið eins og á breiðunni fyrir framan Halldórsstaði, þú ert búin að uppstríma og svo kemur þurrflugan og síðan fer tunduskeytin og heldur í stöngin og síðan veist ekki fyrir það allt búið að slíta en ég á eftir að læra almennilega að veiða sem sagt urriðan vegna þess að þetta er fyrir mér sko, það er eitt að vera góður laxveiðimaður en að vera virkilega sem sagt góður að veiða sjóbleikjuna eða urriðan það er bara allt annað. Við erum að finna ykkur að lausa daga Jón og við erum að fara svolítið með ykkur stjórn Stangó í endurmenntun, fara með ykkur í Varmá og svo í aðstreymisveiðina fyrir norðan. Já, sko, ég gerði það, sko, eftir að ég tók við fyrir, sem sagt, í stjórn Stangó, að þá tók ég, sem sagt, því að við fáum 2 hol bara sem að eru einhver hol sem að seljast ekki, sem bara þóknun fyrir stjórnarstörinn og ég fór með stjórnina 3 daga í lok ágúst í Laxárdalinn og þetta fannst mönnum nú eitthvað mjög óspennandi en maður mildi alltaf bara fyrir laxinn en þá það bara þetta laxasnobbið en sko þetta eru svo æsileg moment að því að Bjarni Hösk svo mikli snillingur var og var einmitt að sýna okkur þú veist það sem að var að ná einhvern stórum urrið að koma aftur og aftur og bara þannig að sjá þessi skrimsli sem eru þarna til að mynda í Laxárdalnum og að setja svona þannig í svona fiska og síðan ertu bara með sko upp á von og óvan að hvort þú sérð fiskin eða hvað þá að landunum en þetta eru þessar breiðurnar, fegurðin, fiskarnir í Laxárdalnum náttúrulega eins og þú þekkir vel, þetta stórkostlegt svæði. Þetta háslétta andans. Þetta er hásléttan, sko. En já, Jón,
einhver góð hrakfallasaga af sjálfu þér? Nú ertu búin að segja hérna, sögur af ónafngreindum mönnum, það kannski þú eða? Nei, þetta var nú ekki ég. Það er nú alltaf mikið að svona sögum sem svona þannig geta komið upp, en maður getur líka sagt svona þannig eina að svona þannig gætirinn og það náttúrulega getur ýmislegt komið upp úr. Ég náttúrulega var einu svona gæti Haukadalsá og endaði með því að gista fangageymslu lögreglunnar bara svona til að koma því fram. Já. Ekki hefur hafnið hann inn og sem var nú vegna þess að hérna þau ykkar sem kannski þekki til í Haukadalsáni að þá þannig að það ekkert gistirými fyrir gætana. Þannig að við sem að vorum hérna gæta í Holli að þá voru það bara barnaskóli hérna í Búðardal sem að við fórum að gistum í. Og ég var þar með einhverjum eldri og þrautreindum gæt og það var bara tvennt sem kom til greina því ég endaði sem sagt það var verið að spara þarna og sváum saman í herbygginu og ég var búinn að sem sagt á þeim tíma var ég að vinna í dómsmálaráðuneytinu þannig að maður þekkti vel til hérna lögreglunnar. Þannig að ég var eftir að vera búinn að standa yfir manninu í 3 korter með kotta þar sem ég var svona að kæfa hana því að ég náði ekki að festa svefn. Þá endaði með því að hringja í hérna sýslumannin og ég fekk að gista í fangageymslunni hérna í Búðardalinn og bara til þess að ná að festa einhvern svefn og maður mætti í morgunsárið sko. Svo var maður allur lurkur og lamin og það var að fara að leita sem sagt hann að manni og keyrði þarna framhjá og þá hérna kom ég hérna labbandi út úr lögreglustöðinni og þá var það akkurat náttúrulega Íslendingurinn sem ég var að gæta sem sá mig. Hvernig anskotan varst þú að gera í gærkvöldi? Helviti góður maður, þannig að þú bara fengið að halla þér á beddan á lögreglustöðinu á Búðardal. Já, maður er allavega þá búinn að prófa það. Það er allavega að fara að bucketlistum að því ég veit að sko það að gista þar á bucketlistunum hjá hans í mörgum held ég. Já, þú ert ekki, ég skaldar alltaf að það ljómar, þú ekki svo fyrsti sem borðið á góma hérna í þessum þætti í vetur sem hefur þurft að gista þar. Nei, ég skal nú líka trúa því. Það er oft þannig að þar sem að lögreglan hefur komið og skemmtilegt moment myndast. Þetta eins og það hringi lögreglumenn þegar að maður er að reyna að hérna kalla til vegna einhverja veiðiþjófa þá ert þú að gæta hérna. Já, vilt þú þá ekki bara blása? Það var miklu meira áhuga því að fá gætana til að blása heldur nokkur sem að taka einhverja sem eru veiðiþjófar sko. Já, það er ekki sama stemming sko. Nei, það er ekki sama stemmingin sko. Og líka oft einhverju vinir úr sveitinni sko. Já, ég meina þú veist, þetta nú alltaf líka sko, eins og ég meina Master Husky og það eru Bjarni Husk og fleiri, það eru margir gætar sem eru að vinna í lögreglunni. Já. Það er nú heldur betur feðgarnir í Laxárdalnum sko. Já, heldur betur. Og náttúrulega blöndu kóngurinn. Já. Ég veit nú ekki til þess að hann gist í fangelsanum í Búðardal, Höskuldur, sem kom til okkar í vetur, en hann nú kannski halla sér hann á Blönduósi, en vonandi allt í góðu samt. Já. Nei, þetta er eins og segir sko, þú veist, það er alltaf að segja þannig endalega sögur eins og þú þekkir svona gætirina, fæstar eitthvað sem að maður má segja og sjá, en það sem að maður hort upp á, og þú veist, þetta var eins og þetta er eins og bara hvert er svona skrítið eins og þegar við erum ungir og erum að gæta og við erum að gæta kannski á præminu, besta tíman og það sem tíma sem að maður hafði ekkert efna á því að veiða sjálfur, að þá voru oft þeir sem voru að koma inn og voru ekki að gæta mjög mikið, að þeir sáu bara stökkva, laxana stökkva, að þá bara skulfuðir. Þá langaði svo að náttúrulega taka í stöngina. Og þar var til að mynda einn gæt og þá var ég upp í Laxárleir og þá eitthvað sem að þekkja þar, þá var ég í Miðfellsfljótinu og fyrir neðan er Urðarstrengur og Miðfellsfljótið eins og við sem nefndi hérna áðan, þetta er svona staður þar sem er bara lax stökkvandi í langa línuna og síðan þegar við komum niður yfir því að kúnnarnir okkar, þá sem að ég var að gæta, þeir vildu heimsækja bara félaga sína sem voru þarna fyrir neðan og þá sátu þeir bara á bakkanum meðan að gæti maður bara kasta og þá hafði hann bara komið sko, hann bara kom bara á staðinn og að því að hún er að skegna staðinn svolítið þannig utan og þetta svona liggur þetta eru svona 2 flekar sem að myndast það sem að laxinn liggur í
og hann tók einn einasta hil, var hann búinn að vera þannig, okay my friends, now you're gonna sit on the bank, nú ætla ég að sýna ykkur hvernig ég að kasta. Síðan fór hann og kastaði og landaði laxi, okay, now I've shown you once, now I'm gonna show you again. Og þannig að þá var það þannig að þeir voru mjög lítið búin að veiða og kasta, en þetta er svona þannig á svona tími. Ég held að þetta sé nú breytt í dag, þetta er eitthvað sem að gætar bara gera ekki í dag, sko. Þú ansi fljótur að fá stígvilið í dag, held ég. Já, ég held það líka, sko. Ég held ég geti út í að kannski fæ að nota þínu sérfræði þekkingu í örskotstundu á þess að þurfa að millifæra á þig heilum gætadagslaunum. Þetta geti verið fyrnt brot. Já, ok. En segis að maður fór nú stundum líka bara á nóttinni, sko, ef maður var að gæta. Það var miklu betra. Fara bara, það var svona eitt klassískt hol sem var búin að vera í 30 ára upp í Kjará, þeir vissi alveg að því og það var bara svona, það var bara farið upp í réttarhil síðasta kvöldið og það var græjað maríulax á kokkinn og stelpurnar svo inn í veiðhúsinu og svona grillað og stuð, sko. Þeir tók alveg eftir því að það voru kannski svona einhver kól og eitthvað á bakkarann þegar það mætti þetta hæginn eftir, en það var bara einhvern veginn svona þegjandi samkomulag. Já, sko, þetta er líka 50 mér. Við gerum þetta í Langa og hann gætakónum niðri í Kristahil, sko. Þá fengu allir sko, sem sagt 3 köst og hann að því að þá var það svona rétt svona þannig í hvarfi. Ég held að þetta, en menn stóð ekki og börðu þetta, sko. Nei. En þetta var svona þannig ákveði, jú, blessa, góð, það var farið með kokkinn og það var líka þegar var einhver laus, sko. Ég manni svona, það var nú eitt holli á þessum gullaldarárum sem maður mætti ekkit í veiðina, það fornfræga félagi FL Group. Þá voru við, sem sagt, mætti 12 gætar og síðan bara var ekkert mætt og var hringt að fara að spyrjast fyrir það og þá var það bara, býtum við, akkur er þeir ekki komin? Já, þú veist, þetta var eitthvað 17. 20. júli, sko, við erum að tala alvöru tíma. Prime. Bara prime og þá kom svari, býtum við, leið mér að kanna þetta. Síðan var hringt þetta hálftíma og við stóðum bara komnir allir í vöðlurnar og síðan hringt aftur, við vorum búin að skrá þetta hjá okkur, þetta væri 17. og 20. ágúst og þá var það þannig, sko, bara til þess að því að þið eru náttúrulega komin upp yfir og viljum ekki sem sagt að þið verði fyrir einhverjum skada þessu, þá megið þið bara fara að veiða og við borgum að sjálfsögðu launin en ekki klára allt brennivíni sem er komið. Þannig að við fórum 12 gætar, prime time, Langá, veiði í boði FL Group, þetta svona áður en að þetta var svona árið þar sem við skiluðu 30 milljarða tapi, það var ekki allt út af okkur. En höfðum það bara mjög gott bara á bakkanum, sko. Og kláruðu náttúrulega víni líka? Nei, þú veist, þeir kláruðu víni. Ég drakk ekkert, sko. En þá var náttúrulega eins og segja, þá var náttúrulega tekna stelpurnar í eldhúsinu, þú veist, úti veiða kokkurinn og allt, sko. Það var einu af svona partíunum í réttarhil, já, þetta alveg 15 ár síðan, þetta máli. Þá var sérst keppni hvort þið getur sett í lax ofan á bílastæðinu og ég man að ég sett í lax, ég mista hann í Lundun, þetta er svona ansi fárálegt, sko, þú ert að kasta ansi langt og svo þarf hann að detta ansi langt niður og svo þarf hann alltaf að vera, en sko, hann tekur ansi vel á nóttinni í júlí, ég get alveg, þegar dagurinn er búin að vera heitur og svona, þú ert alveg góðan séns upp úr 3, en við náttúrulega notuðum bara við þetta stákita sem voru húttir á bílnum, sko. Sem var þá stákita frá kúnnanum og svo var einhver næstur í röðinni ætlaði, sko, ég var búinn að sitja hér að lags og það var alveg hlaðið í og það var náttúrulega doppulhóla og loftkasta og bara allir stælarnir og svo var neglt fram nema hann hafði sem sagt grætt flugun í stein í bakastinu og þegar hann alveg fór fram að alefli, sko, þá brotnaðist ekki bara byndur á hann korkinn þannig að þá var komið vesen, sko. Þú veist, þegar gæinn kemur bara daginn eftir, bara, hvar er þessi Bruce & Walker, splittkeinstöng sem var, já, þessi 14 feta. Já, hún var bara brotin þegar ég vaknaði í morgun. Þetta hefur gerst hjá fleirum. Það til dæmis eina frændi minn, hann lenti þessu upp í Langá, þar sem brotnaði stöng,
en þá dró hann sko hest og kendi honum það sko. Býtu, dró hann hest? Já, hann kom með hest og sett hann hérna í beit hérna fyrir aftan það sem var gamli kartöflugarðurinn og hann sagði, já, hesturinn hefur farið í stangirnar sko. Já, mitt. Það er reyndar helviti gott að bara hengja hest fyrir bakara, hvernig sem maður snýr því við. Bakara fyrir smið. Já. En já, erum við ekki bara að verða helviti flottur á tíma? Við sýnumst að vera konur í klukktíma og 40 mínútur. Já, þetta er kannski að taka ykkur spurningar á salnum eða eitthvað vill það? Spurningar úr sal á formarinn. Enginn að þora enginn að viðurkenna að þið veit ekki allt sko. En hérna... Ja, það var nú bara góður lagi, sko. Ef er einhver með einhverja mikla spurningar. Nýð erfiðar? Sko, nú er örugglega Ingólfur Davíð komin í símann til mín, sko, ég er nokkuð viss það. En við förum ekki að ángraða með því, Jón Þór, að spyrja þá fleiri nýð erfiðar spurninga. En hvenær fáum við maðkinn aftur í allavegnar? Þetta er aðsend spurning? Já, þetta er aðsend spurning. Birtist á gömlu 11 síðan á Facebook? Já, það er allavega ekki fyrirhugað á næstunni. Það er ekki fyrirhugað á næstunni. Tíminn verður bara að leiða það í ljós. Það er spurning úr sal. Góð spurning, hann spurði hefur Stango einhvern huga að færa sig taka svæði í Skaftafellssýslunni þá sjóbrytingsvæði ekki á fyrir sem að kannski eru annar staðar í dag eða ekki með leigutaka. Já, það er verið að í að því að Geirlandsá er líklega að fara í útboð. Já, sko eitthvað vantar svæði þarna. Já, ég meina það er bara staðreynd en ég get allavega sagt það að við erum meðvitaðir það að það er áþarna í útboði á næsta ári og það er akkurat það sem okkur vantar að því við vorum náttúrulega með Tungufljóti, við erum núna náttúrulega bara með lítið af úrvali í sjóbirtingin og þetta er akkurat svona veiði sem að okkur vantar þannig að við reyndum náttúrulega líka, við sendum nú tilboðin í Tungufljótið á sínum tíma en við erum að fylgjast einmitt með þessu svæði og hugsanlegu útboði þar. Sérðu ekki svolítið eftir Tungufljótinu? Væri ekki svolítið til að vera með það á bókaunum í dag? Sko, ég verð bara viðurkenna það að ég hef sjálfur ekki veitt Tungufljótið. En ég hef svona ýmsir sem hafa veitt það einmitt hafa verið með ýmsar miklar og góðar tröllasögur. En það væri náttúrulega eins og segi, við buðum í það en fengum það ekki. Við vorum raunar vel undir þeim sem að var efstur. Já, segjum, sko nú hefur undanfarið vaxið sjóbrytisgengd á þessum svæðum. Segjum ef að, þú veist, þegar við köllum bara hlutina réttu nöfnum Geirlandsá er líklega leiðin í útboði í næsta vetur. Þar er veitt á spún og maðk og bara með fyrir allsér aðferð eða það henta mönnum í Keflavík. Myndi Staðangveiðifélag Reykjavíkur gera, ef þeir fengju Geirlandsá, værum við að horfa á fluguveiði, værum við að horfa á blandaðagn eða værum við að horfa á veiði að sleppa? Ég held að sé svona kannski óábyrgt að svara þessu akkurat svona þannig núna. Þetta er nú bara eins og segi, þetta hefur nú bara ekki verið tekið til skoðunar en bara svona til að hafa það á hreinu, sko, þú veist, við höfum tekið maðkinn upp úr elleganum að þá er engin sko flugupúritismi eða eitthvað þannig í gangi í Stango en við erum þannig að okkur ber ákveðin skylda að hugsa vel okkar ársvæði, við látum ársvæðin alltaf njóta vafans og það mun ekki hætta þannig að þú veist, það yrði náttúrulega bara eins og segi þannig að skoða ég til að mynda, sko, ég hef þó að maður veiði oft mikið á það sem er öllu sleppt og mér finnst það bara ekkert mál og ég elska að sleppa fiski, þá get ég alveg sagt að það ég elska líka að taka lax og grillið. Mér finnst það bara að fá einsás lax og fara með hann og grilla. Mér finnst það alveg stórkostlegt.
En svona, við getum nú allan að horta til þess að eldvatnsbátarnir voru fluguveiði og veitt og sleppt og veitt og sleppt allan að saka reglum, ég veit nú ekki hvað þeir gerði sem að keyptu veiðileiðar samt. En svo Varmá náttúrulega líka bara fluguveiði og veitt og sleppt fyrir utan takmarkan kvóta sem að landeigendur og veiðifélagi sittur. Að því að Varmá er náttúrulega, þú þekkir náttúrulega Varmá milljónsinnum til að mynda betur en ég, en það, þú veist, að því að við erum bara með raunar, sem sagt, að því að Varmáin geymir líka stóra sjóbirtinga og þetta er líka eitthvað svona þannig áakkurat sem að maður mæli með en er ekki allra, en mæli með að menn taki með sér, þannig gæti hann að menn njóti þess og þú veist að þetta er nefnilega mjög viðkvæm á sem að þarf að þannig að passa sem að þarf að fara mjög varlega þannig að veiðistöðunum. Þannig að auðvitað erum við að horfa svona þannig eftir svæði með sjóbirtingin en svona vegna þess að við erum eins og sæði með Varmana og Leiðarósana. Já, við vorum náttúrulega búin að taka svo náttúrulega bara urriðaveiðin nú náttúrulega að fara í gang í Mývatnssveitinni og Laxárdalnum. Við erum að fara einmitt í Hylnum erum að fara í ég er sjálfur að fara í Mývatnssveitina núna bara í næstu viku með minni gömlu grúppu þar og svo erum við að fara saman 3 strákarnir í Laxárdalinn, Birkir og Vésteinnirnar sem að standa þessum með mér, hinnar ósungnu hetjur Hylsins. Kannski gefa þeim bara svona round of applause fyrir veturinn, erum svona ekki mikið í mynd og svona. Vel gert það vel. Takk hérna. Þannig að við ætlum að reyna að leiða það í allan sannleikanum það. Þannig að við erum bara ógeðslega spenntir. Já, ég þannig eins og segja að fara sjálfur í Mývatnssveitina og Laxárdalinn og læra almennilega á þetta með þér einhvern tímann. Já, óþarlega langt. Við byrjum bara að fara í Helliseiðina í haust saman bara einhvern tímann þegar þú ert hættur að rukka einhver útlendinga 70 skalla klukkutíman og förum bara í Varmá og veiðum með 10 funda sjóbirting þar. Þetta sem festist við, sko. Þessa viðtal sem eru minnst fyrir þetta þegar Jón Þór var verkalýðsforingi leiðsögumanna allt land. En takk kærlega fyrir að koma Jón Þór og hlusta á röfliðið mér í kvöld. Ég vona á sért tækir því illa. Ég er ekki ennþá orðinn jafn bitur út í Stangaveiðifélagið og gamla árnefndin í Elliðaánum og vonandi verði það aldrei. En já, bara gleðilegt sumar og bara takk fyrir veturinn og takk allir sem að komu. Og vonandi tapaði Manchester United í kvöld. Herru, gleðilegt veiðið sumar. Já, ok. Herru, takk hérlega bara sömuleiðis. Oi! Hollala!